23 milli Hauka og 8 milli K. Dómarar leiksins hér í kvöld eru Davíð Tómas Námason, Birgir Örn Hjörvarsson og Bergur Daði Ágústsson. Gangi ykkur vel. Við byrjum á að kynna liðin og við byrjum á liði Hauka frá Hafnarfirði. Þar er númer 3 Ásdís Hjálmrós Jóhannesdóttir. Númer 5 Kristín Pétursdóttir. Númer 7 Halldóra Óskarsdóttir. Númer 8 Margreta Sóldís Svan Björgvísardóttir. Númer 10 Heiður Hallgrímsdóttir. Númer 11 Agnes Kóladóttir. Númer 12 María Ósk Vilhjálmsdóttir. Númer 14 Emma Sóldís Svan Björgvísardóttir. Fyrirlið númer 18 Hallbjörg Líða Hafnardóttir. Númer 21 Bríet Galla Gunnarsdóttir. Númer 22 Linda María Aðalsteinsdóttir. Og númer 24 Embla Ósk Sigurðardóttir. Þjálfari Hauka Keira Robinson og henni þjálfari Mínuslag Lúísitt. Og þá að liði aðeimum þar er númer 2 Tókbrún Ástríður Ingólfsdóttir. Númer 3 Silvía Ádónadóttir. Númer 4 Greta Björg Mensberg. Númer 5 Ásta Bryndís Ágústsdóttir. Númer 6 Snæfríður Lillý Árnadóttir. Númer 13 Ása Leiti Húlfram. Númer 15 Elektra Mjörg Kúbris Nikar. Fyrirliðið númer 16 Darna Andriívnia Konecka. Og númer 26 Mária Líney Garnalín. Númer 29 Tína Björg Guðmundsdóttir. Og þjálfari Brynjar Karl Sigursson, með honum verður Þórari Friðriksson og Vésteinn Sveinsson. Við ætlum að biðja áhugað að leysa úr sætum og við ætlum að heyra á Hlíða og þjóðsöng Íslands. Góða skemmtun, þegar á orðingur stundið vel við bakið á stefnum.
daginn, góðir áhorfendur, velkomin til leiks með okkur í bikarúrslitaleik kvenna í 12. flokki. Ingi Þór Steindorsson heiti ég, alltaf lýsa þessa leik og ásamt mér Kristjana Eir Jónsdóttir. Góðan daginn. Velkomin til leiks. Það er bara spennandi leikur framöndan. Já, ég held að verði mjög spennandi. Tvö lið sem að, eru vissu aðeins vængbrotinn. Vantar Jönu Falls. Já, það vantar Jönu Haukamegin og það vantar Tönju Aþenumegin. Og það vantar líka Haukamegin Kristrúnu. Já, Kristrúnu. En hún er búin að vera frá, ég held hún sé að koma tilbaka núna í febrúar og mars. Staða liðina í Íslandsmótinu er að Aþena er í öðru sæti með 7 sigra og 5 tapleiki. Á móti að Haukar er í 7. sæti með 4 sigurleiki og 6 tapleiki. Leið liðana í úrslitaleikinn þá unnu Aþena Keflavík nokkuð örugglega. Já. Og slógu síðan út í 8. úrslitum og í undanúrslitum unnu þær Fjölni í hörkuleik. En Haukarnir gerðu sér lítið fyrir og slógu út sterkt lið Stjörnunnar og unnu svo Hamar Þór Hamar í undanúrslitum. Nokkuð örugglega. Já, nokkuð örugglega, þannig að það voru gaman að sjá hvernig þessi leikur fer hérna í dag. Já, það er nokkuð greinilegt að leikum í viku millibili í deild og bikar á við líka í yngri flokkum af því að Fjölnir spila við Aþenu viku áður í deildinni og vinna þær. Já. Mæta þessi inn í bikarnum að tapa. Ég held að báðir leikirnir hafi verið nokkuð spennandi. Já. Það er oft þannig sem skipta milli þegar lið mætast hérna. Herðu, byrjunlið Aþenu komið inn á völlinn. Byrjum á dómurunum ekki? Jú, herðu, byrjum á dómurunum. Það er Davíð Tómas Tómasson, Birgir Örn Hjörvarsson og Bergur Daði Ágústsson. Já, ég myndi segja að þetta sé Birgir náttúrulega einn af okkar efnilegri dómurum, Davíð Tómas náttúrulega bara einn af bestu dómurum landsins og svo kemur Bergur. Já, þetta er alveg pottþétt hans fyrsti bikarúrslitaleikur. Þetta er hans fyrsti bikarúrslitaleikur og þetta er held ég örugglega 3. eða 4. leikurinn sem hann dæmir í 3-dómarakerfi. Þannig að hann hefur 2 góða með sér og ég held að þeir munu valda þessu verkefni vel. Ég hef búið að taka það fram, í 12. flokk kalla á þarna, leikurinn var virkilega vel dæmdur af tríóinu þar. Já. Flottur leikur hjá strákunum, þannig að við ætlum að vonast þess að þessi leikur fari vel fram og verði vel dæmdur og vel spilaður. Já, ef að fara í byrjunliðin? Já, Við erum með nummer 3 Ásdísi í Haugum, nummer 5 Kristín P. Hlutverki sem maður hefur séð Kana taka að sér þegar liðir að mæta í fyrsta skipti í kvennamegin í Áhugaverð vörð hjá henni. Já, með bakinu. En ég gæti trúið Emma stakki svolítið á sig þetta hlutverk sem maður hefur séð Kanan að gera þegar liðir að mæta í fyrsta skipti hérna í höllina og bara byrja leikinn þangað til hina árið og rólegði. Akkurat. Darína með fyrstu stig Aþenu og jafnar leikinn 2-2. Þannig kemur við aftur Emma og klára þetta. Darína með frákasti. Gott gegnum bótt hjá henni. Emma í Þristin og þetta er Roni. Hún er að byrja þetta sterkt hérna. Það er alveg afskaplega hæfileikarík stelpa. Óboðslega. Það er að spila vörn á Darínu og hún ætlar að taka af Skari greinlega. Þetta er bara skot sem átt að taka, opið skot á vanginum. Algjörlega. Klikkar öllum skotum sem þú tekur ekki. Það er svoleiðis. Darína kemur til góða stöðu þarna og María Ósk fær á sig vituna. brýtur á henni. Sýnst Matthilda vera að koma inn hjá Haugum og Agnes Fjóla. Ok. Það verður forvitnilegt að sjá Agnesi, hún er ekki spilað í tölulegan tíma. Já. Hún hefur dílað við bakmeiðsli. Kristín og María kom út af. Já. Það ætlar að Kíara Róbertsson bikarmeistari í gær og ég er búinn að fylgjast aðeins með henni en hún er að gera skemmtilega hluti með þessu stelpur. Já. Fyrra víti hjá Darínu Keigar.
Það gaman að sjá hvernig Agnes Fjóla kemur inn. Hún er rosalega efnileg og hún hefur lengdina en hún hreyfir sig eins og bakvörður. Og hérna er Greta að koma inn fyrir Darínu. Ok, þá lækkar hún og liður töluvert. Já, ætli María farið þá ekki í fjarkan hjá þeim og Ása áfram í 5-unni. Já. Matilda, hún er hérna svona skorari. Já. Það er ekkert að tvíhana við þetta, hún er mikil skorari. Já. Það hefur verið það í gegnum alla yngurlokkana. Kemur Haugum inn í 7-3. Gaman að sjá þær systur hérna spila saman. Þær eru mjög ólíkar en báðar mjög góðar. Já. Báðar elska að sækja körfuna en á ólíkan hátt og líka mjög ólíkir varnarmenn. Þannig er koma allir að stelpur. Gaf upp í 30 stiga, það klikkar. Agnes með frákastið. Það er versti út þarna. Já, þetta er vilja, hárrétt. Já, hárrétt. Hún má eiginlega ekki við því fyrir Haugana að vera að pikka upp svona ódýrar villur. Þannig að það láta hana bara fara. Já, ég veit ekki alveg akkur hún ákvað að stoppa hana. Það var einhvern veginn ekkert í gangi og hún hefði alveg getað að bakka aðeins af henni bara. Akkurat. Það er nær hún bara tilbaka. Já. Hei, er þetta blokk? Hún hleypur á boltann. Ég veit ekki hvort það kallast sem blokk. Ég vil gefa henni blokk fyrir þetta. Gefum henni deflect. Hlýðar. Hlaupa þarna hljóðat screen fyrir Emmu. Fyrir Dagbjörtu. Vel exekuta en það datt ekki á ný. Gott skot fyrir Dagbjörtu. Þú er haldan á smiðinni. Hérna fá ekki aðra villuna þetta Já, hún er svolítið æst. Já, þarna koma 2 villur. Hún þarf að vera skynsum. Já, það er náttúrulega stóla á hana mikið sóknarlega. Og ég myndi sérstaklega með sko Mathildu Inna og Dagbjörtu. Já, þetta er bara dýrt. Hún þarf að skipta. Já. Halldóra kemur inn. Halldóra Óskars. Já. Ég held ég reynt að fela hana aðeins betur, kannski ekki setja hana á póstinn af því að við vitum að Aþena reynir mikið að fara inn í. Já. En að sama skapi fekk hún villu á miðjunni sem hann var kannski ekki leikmanni hjá þeim. Góð vörð þarna hjá Halldóru. Vel spilað, góð sending. Ástís með hörku, lausan báða, nei hún var að klára þetta. Hvað var þetta, 4. blokki á Aþenu í leiknum? Já, þeir eru búin að ná að vera. Það er mikið að pósta upp hérna. Já, þær eru mikið að spila inn og út og eru náttúrulega að stóla á Ástu sem er með góðan póstleik. Þetta er bara hárrétt. Það er börnmildir, hann hefði blokkað þetta. En Ása Lind fær 2 skot, minkar þetta niður 2 stig. Fyrir niður, 7-4. Bæði viti niður, 7-5 fyrir Hauka. Kemur Agnes fyrir Haukana, fer í árás. Nei, klárar ekki. Fín hreyfing samt. Snæfríður með gott frákast. Já, það eru hérna hlaupusvöllin. Ef við fylgjast með Ásu þá er hún allan tíman að berjast póstöpstöðuna. Sem líka gerir það að verkum að þær geti ekki notað Dagbjörtu í hjálpinni í Haukarnir. Eðlilegt að með góða þryggjastakkorfa kemur Aþenu yfir 8-7. Þetta er í fyrsta skipti sem þær eru yfir, eða ekki? Jó. Matilda finnur Agnesi sem þeir í þrist. Það klikkar. Góð frákast hjá Gretu.
þá var hann ljónheppinn að missa hann að fúta þarna. Lítið eftir að slóklingunni. Já, gerði Leon Halldór þarna, kom í nervið skot. Ásdís kemur upp völlinn. Nei, fín vörn hjá Snæfríði. Það eru vel drillar hjá aðfinnum, maður sér vallan einn nema Elektri koma upp með boltan, það eru rosa fljótar að finna hana. Frábær sending. Pick and roll. Nei, það var hann að klára. Kemur Agnes fyrir Haukana, gerir árás og einn. Haukar sóttu þarna á Marju. Já, og kláraði þetta vel og fær vítið auki. Haukarnir er að gera aðra skiptingu. Við erum að fá Heiði inn. Já. Heiður Hallgríms. Fyrir Mathildu. Ok, Mathildu var að koma, hún er ekkert dansum. Nei, og svo erum við að fá Darínu og Díunu inn fyrir Ásu og Snæfríði. Já. Díana kom til þeirra fyrir síðasta tímabil frá Skallagrím. Víti klikkar og Díana með frákastið. Það þarna á, var ekki Halldóra? Nei, þetta var á Dagbjörtu. Það var Dagbjörtu. Hún er núna líka komið 2 villur og hún er rosalega mikilvæg fyrir þær í vörninni. Þannig að það er spurning hvort að... Vantar nú 2 stig á töfluna á leikklukkunni en staðan er 9-8 fyrir Hauka. Já. Og Darína jafnar hérna með fyrra skotinu. Já. Það er spurning hvort að Kýra tæki hana líka út af, hún tók Emma út af. Núna þegar Dagbjörn kom með 2 villur líka. Já, sjáum hvað hún gerir. Hún setur bæði. Darínu og kemur Aþenu aftur yfir. 10-9 fyrir Aþenu. Þeirra 3:37 eftir. Já, ánægum sendingan. Það er að bjarga þessu. Ekki góð skot. Og það er bónus. Það þurfa að vera skynsamari að komin í bónus þá er ódýrt að gefa 2 skot hinum megin. Já, þær eru smá klaufar, Haukarnir. Þær eru svolítið æstar og ætla að hoppa í boltan og enda á að brjóta. Ég held að þetta sé 7. villan þeirra í leiklutunum. Já, það er 7-1. Já, það er 7-1 í villum núna. Haukar taka leikhlé. Við erum með stigastu leikmenn á gólfinu. Stigastu leiknum er Emma Soltís með 5 og Darína er með 5. En Ása Lind er frákastahæst í leiknum með 4 frákast. Annars fyrir þetta svona mjattlast inn tölurnar. En eins og við töluðum hérna, þá var leiði liðana í úrslitaleikinn var að Aþena vann Keflavík nokkuð örugglega 91-64 og unna svo Fjölni í hörkuleik. Nú tókst fram að hefðu viku undan tapað deildarleiknum og meðan að Haukar unnu Stjörnuna, sterti Stjörnunar í fyrsta leik og unnu svo Þór Þorláksson Hamar í undanúrslit. Ég sýnist nú stefna bara hérna í naglbít. Vonandi, við viljum fá jafnarleik, við viljum fá spennu og jafnarleik. Já, ég vil þetta verði svona allan leikinn. Já. Erum við enda búin að fá framlengingu í bikarnum? Nei. Er ekki kominn tími til þess? Í síðasta leiknum? Já, það var spennu. Strákarleikur hérna áðan, tóttamlokki var... Já, það var mjög góður. Vel leikinn að báða liðum og skemmtilegur. Það er vel dæmdur og allt. Vel eftir að setja fyrra vítin niður. Já, kemur 2 stigum yfir. Já, bæði 9-9 og staðan 12-9 fyrir Aþenu. Heiður kemur upp með boltan. Hún er frá Östura. Já. Hlaupa þarna Júsi hlaupi og beint í pick og roll. Agnes, já,
Hárrétt, stígur inn í hana, hárréttu dómur Davíð. Agnes er rosalega góð í þessari hreyfingu. Já, upp og undir. Já. Að hann steig hún inn í hreyfingun hennar og rændi hana raunverulega færinu, en hún kláraði þetta gríðarlega vel og getur jafnað þetta með að setja víti niður. Það er sterkt fyrir að fá hana tilbaka í þennan leik. Já, mjög. Já, jafnar þetta 12-12. Agnes mjög efnileg og hæfileikaríkur leikmaður. Hefur verið klöstu bakmeiðsli. Það eru erfið meiðsli. Frábært drive. Já, Heiði með gott frákast. Núna er Díana að kljást við Dagbjörtu á póstinum. Ég er hissa á að ég sé ekki enda búin að leita á hana. Þarna kemur það. Svaka sending á Heiði, beint á hana. Hárnákvæm sending og líka frábært síl hjá Dagbjörtu. Hún var að frontana bara að búa sér til stuðuna og fá layupið. Kláraði þetta vel. Díana... Og frábært hjá Darínu. Darína með gott frákast og jafnar þetta 14-14. Agnes gerir árás. Enginn á sterkur hliðinni hérna með henni til þess að fá sendinguna. Kemur Ása inn fyrir Díunu. Já. Bæði liðin búin að gera slattaskiptingu núna í fyrsta leikluta. Já, þetta sé mjög eðlilegt að rótera þessu svona. Já, algjörlega, og búin að setja inn leikmenn inn og út. Já. Þannig að gera Ásdís mjög vel. Lýsir þetta virkilega vel. Já. Það eru uppkast og sem Aþena á. Það er þá væntanlega sama skólkluga. Kemur Díana inn á aftur fyrir Gretu. Brynjar er náttúrulega rosalega duglegur í þessum stuttu skiptingum. Skiptir leikmanni út af og tala við hann og hendur hann síðan aftur inn á. Hann er alveg mjög gjarn á það. 9 sekúndur á skóklökunni og Aþena á boltan. Haupa. Crossgreen. Lítið eftir á klukkunni og Haukarnir á boltanum. Og Ása heppin að fá ekki millu. Já, vel gert hjá Heiði. Kýttur út af leikinn fljóta. Og Dagbjörn þarna var misskilningur. Já. Skýtur ekki gleyma henni alveg undir korunni. Misskilningur á milli en Ása sílar þarna Agnesi. Klárar þetta vel með vinstri og jafnar leikinn 16-16. Nær að haldinni á vinstri hliðinn á sér og fær það bara greiðarlega á körfunni. Já, þetta er bara hörku árás en það er sóknarlagutunum sjálf. Agnes í þrist, klikkar og Aþena með frákastið. Og þá er skipting á Haukunum. Núna koma Matilda og Kristín inn á. Já, Kristín Péturs. Já. Systir Hilmars og Sigurðar, eða ekki? Ég held það alveg örugglega. Og út að fara Ásdís og Halldóra. Og Emma er að koma líka. Herru, já, Emma kemur inn fyrir Dagbjörtu líka. Við erum ennþá í fyrsta leikluta. Já. 16-16, 1 mínúti eftir að fyrsta leikluta. Finnur Díunu hérna. Gott skrín hjá Darínu. Það opnaði þetta fyrir hana, nærtum svona frákastinu. Hún var ekki alveg nóg þolinmóð í sendingunni. Haukarnir á engastinu. Já. Þá er Kolbrún að koma inn fyrir Maríu Líney. 41 sekúndur eftir af fyrsta leikluta og staðan 9 upp, 16-16. Eins og við viljum hafa þetta. Já. Ása er að við að stela boltanum af. Þetta var góð barátta hjá þeim báðum. 14 sekúndur á skóklökunni. Þannig að við erum líklega að fara að horfa á Aþenu klára leiklutan.
Alltaf líkur því. Gott hreyfing hjá Agnesi, en Fín vörn líka, já. Þannig að Agnes ekki koma boltann almennilega frá sér og Díana brunur hérna upp. Hún er búin að koma sterkt inn en hún er svolítið æst sem er eðlilegt en hún þarf aðeins að róa sig til þess að hjálpa liðinu svona aðeins meira. Frábær hreyfing. Já, frábær hreyfing. Vel klára. 8 sekúndur eftir, 18-16, Athena. Emma og Darína stelur boltanum. Þetta var vel gert, það var góð hugsun hjá Emmu að ráðast á þær og reyna að komast á hringinn en hérna Darína með góðar hendur hérna og náði að deflekta boltanum og Athena leiðir 18-16. Þetta er fyrsta leikunda. Við sjáum að stigaðist á Darína með 7 stig og Agnes Emma Sóldís eru báðar með 5 stig. Ása Lind með 4 fráköst. Þannig að þetta er svona allt í járnum eins og er. Og vonandi verður það bara áfram. Já, þannig viljum við hafa þetta. Það er svolítið gaman að sjá hérna Ása í Athenu. Já. Hún er búin að breytast töluvert sem leikmaður síðan hún kom til Athenu í fyrra. Hún var bara pjúra 5 en við erum að sjá hún að dekka Agnesi Fjóli hérna út á velli sem hún var ekkert endilega að gera í fyrra. Hún var miklu meira bara að dekka stórumennina og átt í vandræðum úti. Já, jákvæmt. Mjög jákvæmt. En Athena hefur unnið báða leikina sem þær hafa leikið þessi liði í vetur. Og eru ofar í töflunni, eru í öðru sæti á móti því að Haukar eru í 7. sæti. Já. Sjáum að Athena er að frákasta betur, er með 17 frákast á móti 13 á Haukunum og það eru líka búin að sækja fleiri vítaskot. Já, þær eru líka að nýta sóknarfrákastið. Þær eru með færri sóknarfrákast en Haukar en þær eru með 4 stig eftir frákastið en Haukar eru með 0. Haukarnir er að fá, það er 7-0 fyrir bekknum, þannig að það er að koma 7 stig á bekknum og Haukum á móti 0 frá Athenu. Þetta er bara lítið ljómandi vel út. Já, við erum búin að skiptast 6-unum á forystu og stærsta forystan er 4 stig sem Haukar náðu í stöðunni 7-3. Þannig að við erum bara búin að vera stál í stál allan tíman. Við erum með hjá Haukum inn á er Kristín Péturs, Matilda, María, Emma Sóldís og Dagbjörn og hjá Athenu erum við með Ásu, Elektru, Darínu, Maríu Líney og Díönu. Það fyrir annar leiklutin í gang. Emma Sóldís kemur þetta fyrir Hauka. Maríu Líney er að gæta hennar. Fínasta árás. Já, þetta er vel klára. Kristín Péturs með síni fyrstu 2 stig og jafnar leikinn 18-18. Ekkert sem að Elektra hefði getað gert öðru sér varnarlega samt. Nei. Hún spilaði frábæra vörn. Já, það les Emma Vel lesið hjá Emmu. Kemur Haukum yfir. Og Brynjar tekur leikið. Já. 32 sekundur inn í annan leikluta. Þetta er það sem að gerist þegar þú setur boltapressu á vænginn og út með klóka leikmenn að dekka toppinn. Leikmenn sem að lesa í góðri tímasetningu. Ef það myndi bara feika sendingun og fá hann upp, þá væru Haukarnir samt að fá líklega leið upp í andlitið. Já, en það er erfitt þegar það er góð boltapressa. Já, það fattaru ekki endilega að það náttúrulega líka flestar í Athenu eru í 10. bekk held ég. Það eru allavega með töluvert yngra lið heldur en Haukarnir. Þeir eru bara með Snæfríði Lilju sem er á elsta ári í 12. flokki. Af hægboltanum. Gott frákast. Þetta
Þær þurfa að halda henni lengra frá teignum ef það er hægt að ná þessum frákostum af henni. Það búið að vara myndið hennar á körfuna, hefði átt að gera betur þetta, en Darína nýtti sér vel og... Mjög vel. Vel spila hjá haugunum og vel klára hjá Dagbjörtu. Matilda með þarna kera körfuna og... Kristín Péturs að grimmandi í vörðinni. Darína lítið eftir að skóklökunni. Hún rennur bara út. Án þess að eftir að komast í skotið. Skipting hjá Aþenu. Díana kemur út. Og Greta kemur inn. Þjálfarinn hjá Aþenu ekki sáttu við að letur skóklökunni renna út. Sem ég skil, en ég hefði viljað sjá hann samt kalla það þegar það eru 5 sekúndur eftir. Samstarf. Algjörlega, virkilega vel klárað hjá Emmu Sóldísi. Ofboðslega flott hreyfing hjá Emmu þarna. Mér finnst Snæfríður vera að koma aftur inn hjá Aþenu. Nei, þetta bara kloppaði á þessa Darínu og Emma, Matilda nýtir hraðan sinn og klukka. Aðeins svo mikið kraftur inn þarna í layupinu. Og Elektra bara refsa fyrir það. Fer coast to coast eins og við segjum á íslenskunni. Alla leið. Strönd í strönd, en það er eitthvað. Já, höldum okkur bara coast to coast. Emma bara næri ekkert að losa neitt og fer bara í þrýstin, en Kristín gerir vel. Þetta eru erfið skot og ekki margilega að taka þeim ráða við að taka þrýstana af triplinu. Nei. Það er uppkast, Aþena. Já, Aþena þessu uppkasti. Snæfríður er að koma inn fyrir Maríu Líney. Elektra kemur hérna frá Aþenu. Darína upp. Hlaupið upp á crosskrín og síðan beint í boltapikk. Þetta er ólega hindrun, hún er heppin að fá að gjáta. Emma Sóldís kemur í vandræði og sko á. Þær eru aftur að hlaupa í 20 sekúndur og eru að taka ekki nógu góð skot í lok sóknarinnar. Kristín hérna sækir á Elektru. Opnar hornið, Matilda tekur eitt drip. Og Ása með frákasti, finnur Elektru. Elektra kemur. Darína komið til horn, lítið eftir á klukkunni. Fyrsta sendingi þegar eru 7 sekúndur eftir. Það er bara rosa erfitt að búa til eitthvað út úr því. Já, en gott frákast. Emma klikkar hérna á hraðaflökunnu. Gott frákast hjá Maríu. Já, hún klárar þetta vel. Virkilega vel. 26-22 Haukar. Darína þarna Alein, virkilega vel gert hjá Emma hann. Sóldís sénsinn og alltaf að reyna að stela þessu, en Darína var búin að síla vel út. Já, það tekur bara þetta eigið frákast, hann klikkar eftir. Og Ása tekur varnarfrákasti eftir það. Wow. Þetta er varnarvilla, sýnist mér. Já, þetta var villa á Kristínu. Á Matildu. Dómarinn sýndi 5. Já, þetta var villa á Kristínu. Já, ok. Við erum að fá Ásdísi og Halldóru inn á fyrir Kristínu og Matildu. Darína kemur út af hjá Aþenu. María Línu kemur inn eða ekki? Var hún ekki út af? Jú. Já. Virkilega góð vörn hjá Emmu Sóldísi. Það skeri hérna upp. Emma Sóldís með góða gabbringu. Það er frákasturinn þeirri. Sjálfa sig, klikkar aftur. Það gerði María Línu bara vel, stóð bara og leta hann að klára í þröngri og erfiðri stöðu.
staðan fyrir að vera hérna blokka og hugsanlega fá að brjóta. Akkurat. Snæfríður hérna, góða körfu, jafnar leikinn. Þann Emma Soltís, Halldóru galopna, hún klára hérna. Virkilega vel klárað. Reverse layup. Já, kemur Haukum aftur yfir 28-26, 4:50 eftir af leiknum. Greta á móti Maríu hérna. Áfram með aðeina með þetta high post aksjón. Ása. Já. Það komið hana 2 í hana. Hún hefði átt að finna opnamanninn. Ef það eru 2 að dekka, þá hlýtur eitthvað að vera opinn. Já, það að komast svona hálft skref Já. áðar úr þessu aksjóni. Já. Við vorum að fá Heiði inn fyrir Emmu Soltísi Já. í Haukum. Ásís deflect, slær hendin hann í boltan og gerir það verkum að María nær að stela boltanum. Þarna var eitthvað miscommunication. Misskilningur. Og svolítið að mistökum í sendingum. Þetta var svona, við kallum unforced turnover. Það sem er kannski ekki beint boltapressa. Nei, Dagbjörn er bara ekki að horfa á hana og veit þar alveg ekki að sendingin sé að koma. Það er rosa áhugavert fyrir þá sem eru að horfa heima að horfa á Aþenu þegar það fá boltan. Fyrsta lukkið þeirra er alltaf karfan. Já. Það horfa alltaf fyrst á körfuna og ógna og gera síðan eitthvað í boltan. Það klára ekkert endilega ógnina en það er alltaf ógn í þeim þegar það grípa boltan. Og eftir að fylgja því og kemur Aþenu yfir með þryggjastæða körfu, 29-28. Já, og Ásdís hérna driblaði. út af með það ekki. Það er hérna kemur fyrir Ásu hjá Aþenu og Matthilda fyrir Maríu. Já, og Díana er líka að koma inn fyrir Maríu Línu. Bæði lið að hreyfa bekkinn alveg mjög vel. Karina póstur að grípur ekki. Björn brunar upp allan völlinn og klárar þetta. Já, vel klárað. Kemur Haukum aftur yfir. Snæfríður. Díana kemur hérna, góð hitturinn hjá Darínu. Greta með þrist og Halldóra með gott frákast. Góð frákast hjá Halldóru. Gerður hérna. Hún ræðst bara þetta upp allan völlinn, snýr sér aðeins og næst svona frákastunni og klárar þetta. Og Brynjarkall tekur leikli. Já. 32-29. 4-0 kafli hérna fyrir Haukana. Það er greinilegt að bæði liði ætla að dreifa mínútunum sínum vel. Já. Í fyrsta leikluta voru 9 leikmenn hjá Haukum komnar inn og 8 hjá Aþenu. Og bara Elektra er búin að vera inn á allan leikinn. Allar hinnar eru búin að fá ykkur að pásu. Já. Stigastari liðanum þá er Darína með 11 stig hjá Aþenu og Elektra Mjöll er með 10 stig. En Emma Soltís stigast hjá Haukum með 9 og Dagbjörn Gyða er með 8. Dagbjörn Gyða er líka frákasta hæst hjá Haukum með 4 frákast. En Ása Lind er frákasta hæst hjá Aþenu með 7 frákast. Við erum búin að, við gætum hugsanlega bara fara í háa tölu á jafnleikur og hérna og það voru sem skiptist oft. Já, við erum örugglega komin í tveggjastafa tölu núna. Já, alveg bóttið. Þá er liðin klár úr leikliðinu. Emma Soltís komin aftur inn á Haukum og Ása sömuleiðis hjá
Aþenu. Koma Aþenu stelpur 3 stöðum undir. Haukar konar í Ása er rosalega dugleg í því að pósta upp og fá boltan á réttum stöðum. Flyttar á færinu og Haukarnar komið upp. Dagbjörn ætlar að koma þetta boltaendurinn, gera árás á Elektru, finnur Emerson sér galopna úti. Nei, óöfnum með skotið og það er Darína sem nær frákastinu. Finnur Elektru. Þarna fór þar konteinu djúpar af og árásina á Dagbjörtu og skildu Emerson sér galopna eftir. Þetta er hár rétt hjá Bygga. Hún lyftir báðum fótum þegar hún fer af stað. Hún er búin að gera þetta leikinn. Já. Það er alveg smá riski að skilja Emerson eftir að opna. Af því að hún getur sín hitt riftunum. Já. Kemur boltahendurinn, Matilda fyrir Dagbjörtu. Það er skipt á því. Matilda. Þetta er erfitt layup en hún klárar það. Hún er bara, hún hefur alltaf tíð verið skorari. Getur skorað hægri og vinstri og gerir það hérna gríðarlega vel. Kemur Haukum í 34-29. Hún er búin að vera meitt. Já, við séum að hann teipir það. Tryggir það skot þess að Baráttum frákvæmti sem Darína nær, Elektra með skotið og hún setur það. Minkar þetta niður í 3. Elektra gera vel hérna, komin í 12 stig. Ábjörn fína árás, óöfinn, Matilda klók hérna. Virkilega vel staðsett Matilda fyrir frákvæmti. Tók algjörlega varnarstöðuna af henni Gretu. Var þetta ekki Greta? Jú, Gretu tók bara varnarstöðuna af henni og steig hana út. Já. Díana er að koma inn fyrir Darínu. Matilda með 2 vítaskot. Klikkar að fyrra, gengur að fyrra. Setna beint í 35-31 og Agnes kemur fyrir Halldóru hjá Haukum. 1:26 eftir. Það er að dreifast betur stigaskori hjá Haukum. Það eru 7 komnir á blað hjá þeim en bara 4 hjá Aþenu. Já. Og því Darína og Elektra leiða þetta. Já. Hvít varnarleikur hérna hjá Haukum. Skot, frákast. Ása með frákastið. Frábær vörn, ekkert verið að gera, virkilega vel klára hjá Ásu. Gaman, það er mjög gaman þegar sóknin gengur upp en vörnin gerir samt ekkert rátt. Já, já. Þetta er bara svona skólabókardæmi um góðan leik. Akkurat. Það er hann að finna Emmu svolítið sig og Agnes. Ekki búið að vera mikið að villum í þessu leikluta. Nei, Aþena ennþá bara með 3 villur. Önnur liðsvöldan á Hauka. Já, kemur Kolbrún inn fyrir Gretu. (35, 33). Emma Soldís og Dagbjörn hafa ennþá náð að halda sér í 2 villum og villumvandræðin sem það voru þar komnar í fyrsta leikluta eru þá bara ekki lengur til staðar. Nei. Það verður að halda það út. Já, í 40 sekúndur. Elektra að tryggja. Nei, gott skot en Gott frákast hjá Emmu. Elektra er skotviss og á að taka þessi skot. Já. Gott drive. Rétt klárað. Einfaldur svona leikur. Sendinga á Dagbjörtu upp á topp og svona giving go action og fer í handoff með Dagbjörtu hérna og það getur verið erfitt að dekka það ef þú ert ekki búinn að skipta nú þegar á því og þannig að það er lent og eftir og við erum klárað þarna hjá mér svolítið sér. Og Elektra fær á sig villuna, fyrsta villan hennar, þannig að það er engin á þetta. Hún klikkar á vítinu, Ása tekur frákastið og það er brotið. Ási sprintur að sér allt í lagið.
Það er allt í lagi, það er ekki Nei, það er ekki bónus og þetta er fyrsta vitan hennar. Það er skipting, tvöfald skipting hjá Haugum. Inn á kemur Birta María og Kristín fyrir Emmu Sóldís og Dagbjörtu. Þetta er vel gert hjá Kýru. Þetta er mjög skynsamlegt. Mjög skynsamlegt. Það er hljóta að spila klukkuna niður. Já, það er hljóta að vilja klára leiklutan. Finna ásög á póstunum. Koma 2 í hana, virkilega vel klára hjá hana. Mjög vel brotinn. 37-35 og það er leikli í Haugum. Já. Já, hún hérna sprengdi bara upp. Smeigði sér einhvern veginn á milli þeirra. Þetta var virkilega vel klára. Hún sprengdi það bara upp. Sótti að því og þær gáðu eftir, þannig að þær opnuðu fyrir hana og hún tók það með stæl, kláraði, 37-35. Þær eru þá 3 komnar yfir tekjastaf töluna hjá Aþenu. Ása búin að skora 74 stig hérna fyrir Aþenu. Og Haukarnir hafa núna tæpar 6 sekundur til að koma í 2 hverjum leik fyrir hálfleikinn. Já, það sem þetta er fyrir hálfleik og þá geta þær ekki fært boltan upp á Sóknarvöll, þannig að þær fá hann undir sín eigin körfu. Þannig að, já, það verður gaman að sjá hvað. Það er ekki að fara að sækja á villuna, þar sem Aþena er með 2 liðsvillur og eiga 2 villur að gefa. Já, það verður áhugavert að sjá hvað Aþena gerir. Það er að bakka, það er að pressa þær. Það hafa ekki verið að pressa. Nei. Það ætlaði Emma Sóldís kom ekki þá aftur inn. Jú, ætli það ekki. Og Dagbjört. Þær standa samt báðar. Nei, Emma Sóldís er líklega... Nei, Emma Sóldís og Dagbjört stóðu báðar í leikliðinu, þannig að þær eru líklega ekki að koma inn. Ok. Já, það er sömu 5. Já. Emma Sóldís er með mesta reynsið, ég veit ekki hvað það er á íslensku, þannig að það hefði alveg verið skynsamlegt að setja hana inn. Ásins farin hérna 6,7 sekundur eftir og skrifar. Nei, dæmt villa, nei, herru, hann dæmdi út af. Ok, fór upp minn hefa þess að hann hefði dæmt villu, en þannig að Aþena fær núna sjans á að jafna leikinn eða komast einu stíð yfir. Já, þetta var óþarfa mistök. Já. Hvað ætlar að gera við 2 sekundur? Nei. Þær ná ekki að nýta sér það. Kolbrún mistir tökinn á boltanum hérna.
Hins vegar eru Þeir Haukarnir búin að setja báða. 32 stig inn í teiknum af 37 stigum sem þeir eru búin að skora. Og Aþena er með 22. Aþena er meira í milliskotunum sínum. Þetta verður áhugaverður seinni hálfleikur. Sjáum hvernig hvort að liðin byrji með sömu 5 og byrjuð inn á. Já, Haukarnir voru duglegar í vörninni í öðrum leikundunum. Þær náðu að forsa 8 turnover á Aþenu og refsuðu með 10 stigum í öðrum leikluta úr turnovers. En það er athyglisvert að sjá líka að Haukarnir eru með 14 stiga bekknum á móti 0 frá Aþenu. Já. En Aþena er ennþá að refsa með second chance points. Þeir eru búin að taka 8 sóknarfrákast og nýta þau í að skora 10 stig. Það eru Ása og Darína aðkvæðamiklar. Já. Ása er með 2 sóknarfrákast og Darína er með 5. Inn á hjá Aþenu erum við með Gretu, Elektru, Darínu. Greta kemur inn í byrjunina fyrir Snæfríði. Já, við erum með Ásu og Maríu línu. Þannig að þær gerðu smá breyting á sínu liði. Ása er reyndar eitthvað að labba út af. Hún var að losa sig bara við eitthvað. Já, ok. Já, Haukum að þá er Kristín, Agnes, María, Emma og Dagbjört. Það eru 2 breytingar, Ásdís og... Nei, það er Ásdís, Agnes kemur inn fyrir Ásdísi. Já, er það ekki eina breytingin? Annars er það eins og... Haukar byrja með boltan og Emma kemur þetta fyrir Haukana. Það er bara í svipað aksjón og postinn og uppi. Já, góð vörð hérna hjá Aþenu. Agnes gerir árás á Darínu. Og Dagbjörn lúrir að þetta hann að klárast. Já, kjörið tækifæri til að klára og komið sér í tveggja hverju leik. Bæði Agnes og Dagbjörn voru þarna bara með fín færi sem það fór illa með. Já. Og Aþena kemur upp og getur jafnað leikinn. Aþena eru svolítið í því að dribbla klukkuna of langt niður. Þær eru ekki að gefa sér mikinn tíma í góð færi og Emma svolítið sér þarna með stólinn bolta og setur þetta auðveldlega niður. Já, þessi var, eins og kallum á dönskunni, fríkeipis. Já. Þannig að fyrsta sendingin, hún bara klikkar og beint í hendunar Emma Sóldísi. Greta keyrir á körfuna og... Nei, setur það ekki. Darína með sóknarfrákast. Nei, hún stígur út af. Þetta var Emma Sóldís aftur. Þetta er annar boltið sem hún tekur svona. Hún er klók og góða tímasetningu á stólnum boltum. Snæfríður kemur fyrir Gretu og Díana kemur inn fyrir Maríu. Já. Þjálfarinn er greinilega ekki ánægður með þessa síðustu sókn. Maríu með boltann. Á Emmu. Kristín hérna, Darína. Þetta er fyrsta villan hennar. Það er fyrsta villan hennar, Darínu. Haukar með þingastig. Emma, það er hindurinn frá Dagbjörtu. Hér er árás á Elektru. Þetta er áhættan við að setja Elektru á Emmu. Það verður ákveðið mismatch inn í teik. En Elektru spilaði góða vörn. Ása með sterkt frákast. Haukar búin að fara illa með hérna nokkuð góð færi. Díana kemst bara inn á körfuna. Dagbjörn svolítið neðalega í hjálpunni. Mjög illa með færin sín. Já. Við erum með Agnesi, hún bara veður fram hjá Þetta var bara allt og Díanu. auðvelt. Þetta er mesta forysta sem við höfum séð í dag, 6 stig. 41-35, Haukar. Darína yfir Ásu, Darína fyrir á póstinn. Það er 1 og 1. Góð hreyfing, vel klárað. Klárað og vel. Það er alltaf mjög háa sinn og nýtir hæðina þarna vel. Það er bara
Ásdís kemst á vítalínuna, óöfinn með skotið. Alveg galopið skot, þetta einfalda hindrunum frá. Og Ása bara bakkar af henni. Það er að gera betur þessu boltabyggi. Og enn og aftur póstar Darína upp, en það sjá hann ekki. Þetta er bara villa, já. Já, klart mál, 2 skot. 2 og 3 villur. Þarna virðist dómarinn ákveða að sjá hvað hann kemst langt. Hann virðist alla leyfi svo fljóta, en svo bara gekk Kristín aðeins svo langt. En hún fengið bara innkast ef hann hefði tekið þetta fyrst, þannig að þetta var bara hagnaður og vel beitt. Bara góðu dómur. Elektra. Vinkar þetta niður í 3. Fekk 2 víti í fyrra áleik sem hún setti bæði niður. Gerir það sama í seinna áleik. Vinkar þetta í 2 stig, 41-39, 7-23 rættir. Emma með árás. Emma að fara illa með færin sín í. Þetta er erfitt skot. Já, þetta er erfitt skot en hún er búin að klikka á núna nokkrum í röð. Árás og Kristín. Það er önnur villa. Ákveðum þetta. Kristín aftur. Kristín er að fá svona 3. Já. Og Halldóra Óskars kemur hlaupandinn fyrir Kristínu. Já. Ásdís kemur líka inn fyrir Marju. Hjá Haukum. Darína finnur Elektru, galopna og beint honni. Og hún kemur þeim yfir. Þetta er þá í 10. skipti sem við skiptum á forystu. 7-0 kafli hérna. Já, að þennu. Nei, Emma Soldís ætlaði að finna Ásdísi hérna á horninu en það var eitthvað misskilningur og boltinn beint út af. Það er svolítið áhugavert að Emma Soldís sé ekki að nýta sér hæðina og keyra meira inn í eða gefa hann og koma sér á póstina því að hún er með fínan póstleik. Mjög fínan póstleik okkar. Fyrir 1 og 1. Vel gert á Darínu. Kemst hann inn í miðju, kemst á hægrendina sína og kláði þetta vel á spjaldinu. 44-41 að þeirna. Björn. Villa á Darínu eða? Er þetta Ása eða Darína? Þetta er Darína. Nei, þetta er bara Snæfríður. Nei, hann sýndi 16. Hann sýndi fyrst 1 puta. Já, það er Darína. Ég sá síðustu, sá ekki hérna Ásinn hjá hann. Önnu villan á Darínu, engin í villa vandræðum hjá Aþenu, það er að fengi mjög fá völlur í þessu leik. Já, þetta var 7. villan þeirra. Já. Það var einn sem hefði orðað á því við mig daginn. Hann var að horfa á fyrsta körfuboltaleikinn og hann skildi ekki dómarbendingarnar. Ég skildi það alveg en... Já, bæði víti niður. Minkar þetta í 1 stig. 43-44. Darína heldur áfram að pósta þær upp. Hún færi Agnesi Fjólu þarna á sig. Wow. Þarna var Ljónheppin að fá ekki Já. Ása virkilega vel klárað. Dagbjörg með þristinn. Nei, á vísveri. Og Elektra með langan tvist. 48-43 og Kíara tekur leikli í Haukum. Þetta er núna mesta forysta sem Aþena hefur verið með. Já. Það er komist mest 3 stigum yfir í fyrri hálfleik. Og Elektra er hérna að fara mikið, hún er komið 19 stig. Já, hún er búin að vera, hún er mjög skotviss. Já. Bara góð áræðinni. Við erum að snúa þessu við núna, Já, það er bara 9-2. Það var 41-85. Já. Við reiknumst til þessi 9-2 áhlaup hjá Aþenu. Það svaraði þessu vel.
Haukarnir þurfa aðeins að hreyfa boltann svona og opna að þennu því þær eru hávaxnar. Já. Þannig að fá þær aðeins frá körfunni og ráðast á þær. Elektra er að skjóta 36% í 7,2 skotum í fyrstu deild kvenna. Já. Þannig að það á ekkert að koma óvart að hún sé að setja þess að þrista hér. Skotin nýta vel út hjá henni og... Já, virkilega. Hún velur þau vel. Já. Og það var allt klárt eftir leiklíði. Greta kemur inn fyrir Darínu sýnist mér. Já. Haukar með óbreytt lið. Já. Agnes með... Já. Vel klára hjá Agnesi. Kemst á hægri hendina, þá hún til alls líkleg. 48-45 Athena. Og Haukar konar í einhvers konar match-up. Elektra með frákasti og hún blokkuð af Dagbjörtu sem eiginlega gaf hann bara á Ásdísi og þær eru hérna hlaupu. Emma finnur... Nei, hann dæmdi á Ásu. Ok. Ég sá bara Elektru og mér fannst hún ekki brjóta en... Hún hefur stegið hana. Já. Agnes á vítalínuna, 2 skot, getur minkandi 1 stig. Já. Fyrir niður. Og... Setna, það er beint í, 10 stig. 11 stig frá Agnesi. 47-48 Athena. Haukarnir eru sýnist mér komnir í 2-3 svæði. Það eru svona einhverju match-upi. 2-3 match-up? Nei, þetta getur þess vegna bara verið í einhverju boxi, sko. Já. Það er allan að búin að breyta varnarleik og kona í einhvers konar svæði. Ása er að ná einangra vel. Þetta er riski. Fínt skot hjá Elektra. Díana með frákastið, lítið og... Greta með þrist. Það er Agnes sem nær frákastinu og Villa á... Já. Og Maríu. Á Maríu Líney. Já. Hún er þá að fá sín aðra villu. Þær eru búin að vera að safna svolítið villum núna í... 4. liðsvillan. Þannig að Haukarnir komnur í skotrétt. Og þær eru þá konar jafn marga villur og þær fengu á sig í öllum fyrir hálfleik. Næsta villa eru 2 skot fyrir Hauka. Vorum við ekki að fá ykkur á skiptingu? Greta, þetta ekki vel gert hjá Emmu, kemst djúpt inn í teginn og klárar þetta, kemur Haukum yfir 49-48, 6-0 út úr leiklíðinu. Þetta er alvöru svörun. Já, við erum búin að fá núna nokkrar sveiflur. Þetta eru mikil áhlaup, 9-2 Haukar og núna 6-0, allavega eins og staðan er núna og Haukum. Greta Ásum á toppnum, Elektra, Agnes Selur og óbúslega skotið stelpa. Já. Kemur Athena aftur yfir, 50-49, 3:53 eftir. Ásdís og Darína fær sína þriðju, þetta eru 2 skot. Þetta var klaufa vel vita, þetta er líka þriðja vittan á hana. Það eru 2 skot, það er skotréttur. Já. Fymta liðsvilla. Ásdís á línuna. Hún er stigalaus eins og er. Fyrra viti ekkert nema net. Hún var með... Jafna leikinn. Hún var með 0 villur í hálfleik. Já. Þannig hún er núna búin að fá á sig 3 af þessum 5. Hún Darína. Já. Og það er ekki gott ef hún fer að fá 4. Því hún er búin að vera einn af þeirri meiri skorurum. Akkurat. 51-50 Haukar.
Ásdís svellköld á línunni og kemur Haukum yfir með sínum fyrstu stigum. Haukar halda áfram í svæði. Góð róteringar og María vísfjarri á stuttum. Þetta geta aukið fórustuna. Emma fyrir langan þrist. Þetta er ekki. Ásdís klók þarna. Finnur, já, þetta er skynsamlega spilað. Agnes. Upp og undir. Frábær hreyfing. Hún er svolítið fyrir upp og undir. Já. Hún er bara góð í því. Virkilega góð í því. Góð vörn hjá Dagbjörtu og boltinn af Maríu Líney. Hefur greinilega ekki farið í fótinn á henni eins og ég hélt. Nú er Snæfríður að koma inn fyrir Maríu Líney og það er leiklið. Já, Aþena með leiklið með 2:56 eftir að þriðja leikluta og staðan 51-50 fyrir Hauka. Nú er gaman að sjá hvað Aþena svari leikliðunni að vel á Hauka gerðu. Já, ég sé að Brynjar er ekki að skrifa neitt á töfluna, þannig að hann er ekki að teikna einhver kerfi á móti svæðinu allavega. Jú, þannig að byrja hann að teikna. Lesa spjald og allt það sem það gerir. Maður lítur svo gáfilega út með spjaldi, sko. Þó maður sé bara eitthvað að króta fram og tilbaka. Það gefur mann eitthvað auka, sko. Það lítur út úr að mikið það er líka rosa gott að henda því í gólfið, svona aðeins að kveiki leikmönnum. Það eru sumir í því, meir en aðrir. Ég er svolítið í því stundum. Það átt að fá játspjald eins og Arnar. Ég líka reyni yfirleitt að henda ekki lappirnar á leikmönnum. Nei, það er ekki gott. Við erum hérna með hörkuleik 51-50 Haukar, 2:56 eftir að þriðja leikluta. Haukar í skotrétt. Darina kemur aftur inn. Nei, hún var inn í byrju. Það var Snæfríður að fara að koma inn fyrir hana Maríu Líney. Já. Og Matilda kemur inn fyrir systur sína held ég bara. Emmu svolítið sig. Já, hún spila alltaf 7 mínútur. Ég held ég fari rétt með mál þegar ég segi að Ása er langfrákvæmsta hæst á vellinum. Já, hún er með 12 frákvæmst. Darina með 8. Þannig að Aþena á 2 frákvæmsta hæstu leikmennina á vellinum. Og er stigahæst á vellinum með 21 stig og Emma Sóldís sem er 15 stigahæst hjá Haukunum. Það var allt klárt. Agnes kemur upp með boltan. Og Matilda og nákvæma sendingar. Boltabygg og Dagbjörn nær að kappa. Já, færa Ásu upp í lofti og nær að klára þetta. Þannig að þetta Ása að gera betur og hún ætti að vera bara á gólfinu og láta hann að skjóta yfir sig. Já, ekki hoppa eins og Siggi Valli sagði. Og segir. Já. Þetta var góð hugsun en Agnes náði að slæða hendinni hérna í. Já. Það er nú dýrmættur á Haukana að vera búin að endurheimta Agnesi í þennan leik. Já, virkilega. Það er verið erfiðar vega eiga að það geta fengið Jönu tilbaka fyrir í Íslandsmótið. Hvað þá, Kristúrinu? Já. Matilda missir Gretu fram í sér en Greta nær ekki að nýta sér það. Halldóra finnur Matildu. Móti Darínu. Nei, móti Ásu. Hún bara sækir á Ásu. Já, það er mjög skynsamlegt. Hún nær ekki að klára þetta. Greta. Þó að Ása geti dekkað Agnesi út af velli, þá er aðeins öðruvísi að dekka svona lítinn bakvörð út af velli. Snæfríður. Finnur Ásu. Lítið eftir að skólagunni, 5 sekúndur. Darína. Tekur. Frábær hreyfing. En ofn með skoti. Já, hún nær því. Góð aukasending, beint á Elektru sem að, nei, þetta er á stutt. Og Haukarnir á boltanum geta aukið fórustuna. Þeir eru 3 stigum yfir hérna. Ásdís með hótaskotinu, gerir árás. Finnur, já, góð boltarhreyfing. Dagbjörn. Fínasta vörn í Aþenu.
Dagbjörn hérna með Gretu og lítið eftir að klukkunni, Agnes og stutt. Haukarnir gætu verið að nýta sér betur þessi mismöll sem þær eru að fá þegar Emma og Dagbjörn sérstaklega er að fá litlu stelpur á sig úr Aþenu að dekka sig. Akkurat. Þetta var erfið sending. Cross sending. Ásdís með góðar hreyfingu og óöfn, klárat ekki. Kemur Elektra. Þær eru ekki að vera 2 fyrir 1, þannig að það er alla líkur á að Haukar fá að klára leiklutan. Ása með þrist, klikkar. Darín að með frákastið. Darín er rosalega vel staðsett í frákastunum. Elektra, nei. Það er svaka baráttu á milli. Já, það er tvívilla. Já. Þetta er bara hárrétt. Þetta er bara óbóðslega góður dómur. Virkilega. Hárréttur. Báðar að halda. Og heldur líka bara stjórnunni. Já, algjör stjórnun. Þetta er virkilega vel gert. Davíð Tómas sýnir fagmennsku. Þetta er 4. villan á Darínu. Já, það er vont fyrir þær. Alvarlegra heldur en önnur á. Þetta er önnur villan á Agnesi. Já, kemur Díana inn fyrir Gretu. Og Kristín. Já, Kristín, Emma og María koma inn fyrir Mathildu, Ásdísi og hann stendur fyrir þjálfarinn, ég sé ekki hver var að koma út af. Emma er alltaf með 8 sekundur, gerir árás. Frábær vörn, 4 sekundur, náða skotinu. Þetta er stórt, nei, þetta er ekki. Þannig að Emma fór aðeins og fljótt af stað og góð vörn í Aþenu og það fengu þarna ágætis strikastilurinn til þess að jafna leikinn. 53-50. Já. Við fengum ekki sömu svörun úr þessu leikli Aþenu eins og Haukarnir góðu með úr sínu leikli. Nei. Og Haukarnir vinna þennan leikluta þá með 1 stigi. Þær voru 2 stigum yfir í hálfleik. Þú hefur lært eitthvað í starffræðinni í Keflavík. Það er gott. Stigastar á vellinum. Elektra með 21 stig. Emma Sóldís og Darína með 15 stig. Ása Lind er með 12 stig. Hjá Haukum Emma Sóldís 15. Dagbjörn Gyða 12 og Agnes með 11. Þannig að Ása Lind og Darína eru samanbúnar að taka 25 fráköst. Já. Það er mjög atkvæðamikla þar og það er rándýrt fyrir. Það eru líka virkilega vel staðsetjar til þess að taka frákostin. Það kemur ungum maður hlaupandi með tölfræðina. Þökkum fyrir það. Aþena eru búin að vera flottar á vítalínunni með 90% vítalínningu. Já. Haukarnir eru bara einungis búin að hita 1 þriggjastaskoti. Þeir eru með 10% þriggjastaskotningu á meðan að Elektra séð þriggjastaskotin hjá. Já, hún er 3 af 11 og allir 3 af 18. Já. Haukarnir halda áfram samt að refsa þeim eftir turnover. Og bekkurinn hjá Haukum bætir bara við. Það er 20-0 fyrir bekkinn hjá Haukum. Og ennþá eru bara 4 komnur á blað hjá Aþenu í stigaskori. En framundan spennandi fjóruleikandi. Hvort liðið verður bikarmeistari í 12. flokk kvenna 2023. Við erum búin að skiptast 13 sinnum á fórustu. Ég væri til að sjá þetta fara upp í 20. Það var smá alvöru í þessu. Held að það gerist ekki. Það er Aþena sem byrjaði fjóruleikandan. Þó við séum búin að skipta 13 á fjórustu, þá eru Haukar búin að leiða í 19 mínútur af 30. Já. Ása með ennið frákastið. En Kristín gerir vel. Það er að slá boltanum höndunum á henni. Og Haukar geta aukið fórustuna. Staðan búin að vera óbreytt 53-50 í smá tíma. Það er bara undir á skríni á henni. En hún er ekki nýta sér það. Dagbjörn með frákastið. Klikkar. Og Ása með enn eitt frákastið. Ása er komin í 16 frákastið. Finnur hérna
finna Darínu á Villa á Agnesi. Þriðja villan á Já. Agnesi. Hún og Kristín með 3 villur hjá þeim. Og bara Darína í villuvandræðum hjá Aþenu. Já, 4. Þetta er góð vörð, þetta burtu dreifðist ekki fyrir feikunum. Lítið eftir á klukkunni, 4. Darína. Frábær hreyfing, klára við vinstri, virkilega vel gert. Hrikalega vel gert. Minkar þetta í 1 stig, 53-52 fyrir Hauka. Kristín snýr hérna við, óöpum með skotið, en flott barátta og Kristín nær af og Agnes með downtown. Já, kemur hún tvekja hverju leik fyrir Haukana. Þetta var risa, þarna gerir Kristín Péturs gríðarlega vel. Náða að búa til hérna auka sókn og Agnes kvittaði fyrir með löngu þrist. Þriðja villan á Emmu. Já. Þetta er þá annar þristurinn hjá Haukum. Já, það eru tónar með 2 núna og Emma með 1 og Agnes með 1. Það er eftir að upp í þriggja, nei og stutt. Agnes með frákastið. Kemur um að svolítið, hún bara ræðist á Darínu. Frábær vörn. Og Dagbjörn, nei, hún er á löng. Ása, hún er alveg frákast að maskína hérna. Hún kom með 17 frákast. Það er eftir að vinnur Darínu. María vinnur Díunu. Já, þetta er hárrétt. Hún hikaði við skotið. Misti upp yfirfótinn. Greta kemur inn. Fyrir Díunu. Agnes, yngast yfir og Dagbjörn kemur upp. Já, hún bara ræðist á Ásu og bara fyrir alla leið. 58-52. 6 stiga fórust aftur. Gríðarlega sterkt hann. Greta sækir á Darína fyrir 3 stiga. 1. En það fer, já, víðsfjari. Þetta var góð spurning. Snæfríður skiptir við Darínu. Já, hún fæði smá Hún lestur. verður komin aftur inn á eftir 30 sekúndur þegar hún hefur fengið að átta sig á mistökum sínum. Hauka koma yfir 58-52 og 7,5 mínúta eftir af leiknum. Dagbjörn keyrir aftur bara. 2 rosalega árásir. Já. Þarna eru Haukarnir farin að nýta sér veikleikana í vörninni hjá Aþenu. Já. Miðjan galopin hérna, Greta. Elektra finnur Ásu. Hún á sér í góða stöðu. Nei. Já, Dagbjörn á slæfa hendina hans í boltan. Haukar geta komið sér inn í líkistöðu. Emma sækir Ásu. Flóter. Og hann er niður á leikli Aþena. Það er 10 stiga múrinn sem er svolítið svona líkill. Kiara gríðarlega ánægð með liðið sitt. Sennilega kraftmeiri bara hérna heldur hún var. Já, hún var frábær í gær. Já. Maður sér það á tölfræðinni að það mæði mikið á 3 leikmönnum hjá Aþenu. Á Darínu, Elektru og Ásu. Já. Að meðan þetta er meira að dreifast hjá Haukunum. Það er svona fleira komið eitthvað til leiks hjá þeim. Já. Þetta er 9-2 leikluti fyrir Hauka og það leiða hérna með 10 stigum. Elektra er ekki búin að skora núna í tölulegan tíma, er ennþá stigahæst hjá Aþenu með 21 stig, Darína með 17, Ása 12, Emma með 17, Dagbjörn kominn í 16 og Agnes í 14. En Ása Lind er með trölla tvennu, hún er með 12 stig og 17 fráköst. Já.
Það eru svolítið skemmtilegt teymi hérna Ása og Darína. Já. Darína tekur öll sóknarfrákvöldin sem í boði og Ása tekur öll varnarfrákvöldin sem í boði. Akkurat. Það er bara að deila þessu bróðurlega á milli sín. Eða systurlega kannski. Systurlega segja það. 6:47 eftir. Skulum við sjá hvort að Aþena það er ná að svara þessu álöpi. Snæfríður kominn inn og sjáum Elektru sittur hérna upp. Ása finnur Gretu. Snæfríður var að reyna að finna Ásu undir körfunni. Finna hann ekki, lítið eftir að skólkunni, 3. Þær eru svolítið að keyra skólkluguna niður og eru svolítið ráðvilltar. Og Elektra veit ekkert hvað tíma líður. Þetta er annað skiptið í leiknum. Það fær skammið fyrir að vita ekki hvað klukkan er. Það er annað skiptið sem að drifla bara á þess að sjá hvað klukkan er. Það er samt samvinna að vita hvað klukkan er og það er samvinna. Og þú átt að fá það frá liðsfélögunum og þeim sem eru á bekknum þegar það eru 6 sekundur eftir. Þarna tapur með ágætis árás en Ása með enni þrákastið. Já, villa. Þetta er 3. villan á Hauka. Liðsvillan í leiklutanum þar að segja. Það er 3-0 í liðsvillum og 6 mínútur eftir. Það er nóg eftir þess. Já, já. Fáum eitt stemningstrist frá Elektru hérna núna og Ása finnur Gretu og Elektra kemur upp á hindrun hérna. Nei. Greta ætlar að reyna að finna Maríu hérna á lóðpóstinum. Agnes Fjóla kemur inn. Kemur inn fyrir Kristínu. Já. Ása finnur Elektru og það er þristurinn en hann er stuttur. Og Emma Sóldís sem er frákastið. Það sem var að ganga vel hjá þeim áðan var að koma boltanum inni og aftur út úr en Haukarnir virðast vera búin að hafa fundið lausn á því. Þannig að núna hefur Aþena 5,5 mínútu. Agnes í þrist. Leit vel út en Dagbjörn öflug þarna í frákastunum. Ásdís keyrir. Já, fínasta sending en það er að boltan ára 7 sekundur á klukkunni. Díana kemur inn. Eva dómarinn yfir skiptingu fyrir Snæfríði. Já. Haukar með innkast undir körfu. Aþenu með 7 sekundur á skóklokku. Agnes með fína stöðu þarna. Emma árás. Klára með vinstri. Já, kemur til 12 stig. 64-52. Ása á póstunum og Agnes er út allt. Það er vel gert hjá henni. Virkilega vel gert. Nýtti sér að Agnes ætla að hjálpa til á póstunum og sótti bara í baki á henni. Gaman að Kira er farin að spila vörðuna með Haukunum. Hún er farin að slæta upp henni í völdin með þeim. Þetta er alveg... Frábær vörð, þetta er bara allt og þröngt. Og Aþena á þennan bolta. Skipting hjá Haukum. Halldóra kemur fyrir Dagbjörtu. Það vildi Kira að Agnes myndi gefa hann úr sér stöðu sem var hárrétt hjá henni. Það voru allar konur í kringum hana. Algjörlega, þær voru 3 í henni. Góð boltapressa þarna hjá Maríu. Tíu stiga leikur, 64-54. Það er eitthvað að róa Halldóru niður. Fannst hún full aggressív á. Þetta kemur hérna fyrir Aþenu. Vinnur Ásu. Hún sækir. Glæsileg hreyfing en óopinn. Fín vörð hjá Halldóru. Emma Sóldís keyrir á díunni á, árétt. Tekur á mótinni með höndunum og það má ekki. Fyrsta liðsvillan og Kristín Péturs klára að koma inn fyrir Hauka. Skeytum við Maríu.
Við erum öfugt varnarlega við handboltan, það má bara spila vörn með miðjunni, ekki höndunum. Virkilega gott drive hjá Emmu og vel klárað. Hún feikar eins og sé að fara yfir, krossar yfir og galopnar vörnina. Díana í þriggja, nei, það gengur ekki og Agnes, nei. Þetta er fótur, já. Það er annað sport. Kemur Darína inn á aftur. Og Matilda kemur inn hjá. Matilda fyrir Ásdísi og Darína fyrir Marju. Tólfstiga munur Haugum í vil, 66-54. Ása ógnar skotinu, finnur hérna Gretu. Já. Aftur fótur. Haugar búin að gera mjög vel að þrengja sendingarlínuna inn á póstinn og það hefur svona tekið svolítið sjónuleikinn og rytma hjá aðinu. Eftir að finnur svaka bara þarna. Haugarnir líka búa vel að því að hafa 3 hávaxnar. Nei, með frábært frákast þarna. Það róa leikið niður. Það eru með 6 til 7 fingur á byggarinn. Það er hlaupa hérna doppul sem að mér sýnist vera doppul dragkerfi. Þegar þær báðir stórumennir komu upp og skrína í sömu áttina. Upp og undir, þetta er bara hreyfingin hennar Agnesar. Agnes special. Þarna fór hún all in og kláraði þetta vel. 68 og 54. Já. Svona með 8 fingur á byggarinn. Greta upp í skotið, klikkar á því. Er eftir með frákasti. Díana, flott árás. Vel klárað. Vingarda niður í 12. Það er ennþá 2 stig upp á töflunni á Haugum. Já. Glæsileg hreyfing hjá Emmu. Gabbaði Gretu eins og hún var að fara frá körfunni, sneri henni við og sótti á hann og skoraði. Og enginn hjá Haugum að kalla eftir þessari stigabreitingu. Eru við eitthvað að viðskilja? Það er komin hérna. Ok. Nei, annað gerði bara. Þær eru svolítið að spila þetta frá sér hérna í Aþenu. Ásdís og Dagbjört koma inn fyrir Agnesi og Halldóru. Og Kolbrún er að koma inn fyrir Gretu. Og Brynja vill fá liðið sitt framar á völlinn. Pressa þetta, það er náttúrulega bara lítið eftir. Ég meina 2:39 eftir og 14 Það er engu að tapa núna. Akkurat engu. Haugarnir þurfa að vera bara spila það vel niður. Já. Og Kristín í hóllinu gerir árás. Góð vörn hjá Elektru, en Kristín gerir vel. Já, vel gert. Þolinmóð. Finnur flott. Flottakorfu. Það eru komna í 16 stiga munar, 2 mínútur eftir. Nú eru 9 fingur Kristín stelur. Já. Finnur Emmu. Vel róa, og Emma, flott sending. Átján stiga leikur. Þetta eru 9 fingur á byggarinn. Já. Elektra finnur Díunu, hún gerir árás og stutt. En við fáum enga framlengingu þessa helgina. Nei. Engin yfirtíð. Það er 1:44 eftir. Haugar stilla hérna upp. Emma kemur og setur boltafík, Dagbjörn. Vel lesið hjá Ásu. Þetta setja hana yfir en Ása er náttúrulega löng þannig að það er sending. Já, þarna bara reynir hún að tróða sér á milli tveggja og... Þetta var ekki gott. Já, þarna bara smá fömbul í gangi. Þetta var ekki gott. Matilda endar á að skrifa. Emma fekk slæma hnykk hérna á höfuð og hálsinn. Já. Vonum að það sé ekki mikið. Lenti í klapsi hérna við
stabil 5 sekúndna fresti og skora þrýstík hvert einasta skipti til að ná þessu. Tölfræðilega sé Tölfræðin er ekki með þeim í liði. Nei. Sérstaklega ekki eftir þryggjastæðanýtinguna sem við erum búin að sjá í vetur. Elektra, opinn og Emma Soltís með frákastið. Við erum að kórona frábæra leikja á sér. Já. Það Björn Ásdís. Sækir inn í miðuna. Nær ekki að klára og Ása með enn eitt frákast. Ása er komin upp í 19 frákast. En hún var örugglega til að skipta þeim og vera ekki átjastum undir. Alveg pottþétt. Hún sækir hérna á Kristínu. Fær fjórðuvitun á hana. Og 2 skot. Haukar skipta hérna inn á koma Bríet, Birta og Embla sýnist mér. Og Heiður. Nei, hún hérna Heiður og Halldóra, þannig að það koma allar út af. Já. Og þetta eru, Bríet og Embla voru einu leikmenn Hauka sem áttu eftir að koma inn á. Já. Fyrra vítið og ný. Seinna vítið líka niður, 74-58. Halldóra finnur Heiði. Já, hún finnur alltaf að finna hérna Halldór í horninu. En þessi Haukasigur er bara virkilega vel. Það lenda hérna 5 stöðum undir, taka leikli og svörinu úr leikliðinu er alveg gríðarlega góð. Já. Svæðisvörnin breytti miklu fyrir þær. Og Aþenu tókst ekki að finna svöruðinni. Nei, þær náðu að taka þennan svona inn- og útleik þeirra. Já. Og Aþena bara búið að skora 8 stig í þessum leikluta. Mótið 21 hjá Haukunum. Elektra með þrist og María með frákastið. Gott, virkilega vel klára hjá Maríu. 14 stiga leikur og 14 sekúndur eftir. Haukar klára þetta. Halldóra myndi sig þarna. Og Gerður finnur. Halldóra og leikurinn búinn. Halldóra myndi sig þarna. Já, hún meiddist eitthvað mikið. Allavega virðist ekki standa upp. En hún samt klárist. En klárt mál að Haukar. Þær spiluðu bara gríðarlega vel og er að sigra Haukana í fyrsta skipti í vetur. Já. Og sigra Aþenu. Það munar náttúrulega gríðarlega mikið að fá Emmu Sóldísi og Agnesi. Já, virkilega. Inn í leikinn, inn í liðið. Greta var að spila sin fyrsta leik líka hjá Aþenu. Hún er búin, síðan í október. Já. Hún er búin að vera eitthvað meidd líka. Síðan sjúkraþjálfarinn hjá Haukum er að sinna Halldóru. Já. Var þetta ekki Halldóra? Halldóra, jú. Já. Steig á Gott að hafa góðan sjúkraþjálfara í yngri flokkarleik. Já. Sérstaklega þannig í gifsi sjálfur. Einmitt. En Haukar vel að þessum sigri kominn og það tengja saman. Góðan bikarsigur í gær í meistaraflokki kvenna og 12. flokki kvenna. Já. Þannig að Haukar eru liðið þessa helgina kvenna megin í efstu flokkunum. Leikurinn mjög vel dæmdur. Já, virkilega. Davíð Tómas Tómasson, Birgir Örn Hjörvarsson og Bergur Daði Ágússon. Ég held að Bergur hafi verið búinn að dæma 1 eða 2 leiki í Söpnetins kvenna áður en hann kom í þennan leik. Já. Á stóra sviði. Já. Þeir komast bara mjög vel frá þessu. Þá var það silfurlið Aþenu sem fá sín verðlaun.
Það Hannes S. Jónsson, formaður KFI. Hannes S. Jónsson og Guðbjörg Norðbjörg sem að afhenda verðlaunin. Já, Aþenu voru turnandi 2 atkvæðamestir. Ása var með 14 stig og 19 fráköst og náði 25 í framlag og Darína var með 17 stig og 11 fráköst og náði 24 í framlag. Elektra var stigahæst með 21 stig en 12 í framlag þar sem hún var ekki að setja skotið sín og var 4-15 í þristum og það er dýrt í framlaginu en framlagi er svo sem ekki allt. Snæfríður Lillý Snæfríður Lillý spilar 18 mínútur og 40 sekúndur og þær vinna þær mínútur með 1 stigi. Það er athygli að það er engin þjálfari með Aþenu uppi að fá verðlaun. Já. Þannig að, já, en það eru leikmenn einungis engin þjálfari upp á sviði og þær fá óskum Aþenu til hamingju með annarsætið. Þá er það að afhenda bikarmeisturum í 12. flokki kvenna Haukum gullverðlaunin og það áttu að velja mann leiksins og svo fyrirliði Hauka eftir að lyfta bikarnum. Agnes kom sterk inn í sínum fyrsta leik á tímabilinu, eða allavega í langan tíma, með 16 stig og 6 fráköst. Og Dagbjörn sömuleiðis með 16 stig og 9 fráköst. Já. En bikarmeistaralið Hauka er þannig skipað, það er Ásdís Hjálmrós Jóhannesdóttir, Kristín Pétursdóttir, Halldór Óskarsdóttir, Matilda Sóldís Svan Hjörleifsdóttir, Heiður Hallgrímsdóttir, Agnes Jónadóttir, María Ósk Viljánsdóttir, Emma Sóldís Svan Hjörleifsdóttir, Dagbjörg Gyða Hálfdónsdóttir, Bríet Dalla Gunnarsdóttir, Birta María Aðalsteinsdóttir, Embla Ósk Sigurðardóttir og þjálfararnir eru Kiara Robinson og Nínoslav Vujovic. Með framburinn á tæru? Já, þetta er okkar maður. Við vorum svo lengi í Júgóslavíu. En virkilega flott Haukalið og það spiluðu þetta virkilega vel. Fengu framlag úr öllum áttum. Það er virkilega sterkt lið, það eru 2 leikmenn sem eru meiddir. Já, önnur er búin að spila og hinn hefur ekki enn á að spila landsleik. En hún hefur verið kandidát í hópa, hún hefur bara verið að díla við crossbandaslit. Ég held hún sé núna búin að slíta bæðin hérna. Þannig að vonandi fyrir við að sjá Kristrún einhvern tímann á gólfinu. Ég fór yfir atkvæðamestu leikmenn áðan, en atkvæðamest var Emma Sóldís Svan Hjörleifsdóttir með 25 stig, 7 fráköst og 5 stofna bolta sem skilaði henni 19 í framlag. Til hamingju Emma Sóldís. Til hamingju. Þær vinna hennar mínútur líka með 21 stigi sem er það mesta í liðinu. Frábær leikmaður. Virkilega góð. Var frábær líka í gær. Já. Stóð sér gríðarlega vel í gær og þá var það fyrirliðarnir, Dagbjörn og María. Já. Sem lyfta bikarnum, bikarmeistarar 2023 í 12. flokki Haukar. Óskum Haukum nær og fjær til hamingju. En Kristjana Jónsdóttir, takk fyrir lýsinguna. Sjálfur er ég Ingi Þór Steinarsson. Við þökkum tækniliði Stjörnuna TV fyrir þeirra vinnu hérna þessa helgi og látum bikarúrslitum yngreflokka KKÍ og bikarhelgi KKÍ lokið. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.